Já, Venni, það er 2-2 niðurstaðan hérna af völlinum. Hver er bara svona fyrstu viðbrögð? Þetta er svona blendnar tilfinningar. Erum að vinna hann leik, þeir eru 10 mínútur eftir og fáum tvö rosalega góð færi til að komast í 3-1. Þannig ég er svekktur að hafa ekki unnið, en verður þetta viðurkenna að það lá alveg verulega á okkur, þannig að þetta var mögulega bara sanngjarnt. Einmitt hérna eins og segir, Njarðvíkingar lágu vel á okkur svona í upphafi leiks og voru svona lengi í gang en svona einhvern veginn bara leið og komið fyrsta markinu að þá svona kemur svona smá sjálfstraust í ykkar leik. Hvernig var svona þín tilfinning fyrir því? Já, þetta er bara rétt metið. Fyrstu kannski 20 mínúturnar erum við eða þeir bara ofan á, þeir bara með yfirhundina og fengu fín færi og við áttum bara með að klukka það og vorum eins og segir lengi í gang. Svo náðu við bara að stilla það eins betur af og skora mark og svona seinni parturinn á fyrri hálfleik var bara fínn. En að fá sig í jöfnunarmarkið í byrjun seinni hálfleik, það svona sló okkur hans út í laginu. Það hefur verið gott að láta leikinn fljóta í svona korter og vera með fórustu þegar hálftíma eftir. En hann hefði þurftum að byrja pínlítið upp á nýtt. Svo gerist þetta aftur svona aðeins minni saga og við komumst aftur yfir og ekki það við ætlum endilega að hanga á þessu en að því að sko við fengum alveg ljómandi góð færi til að eiginlega ekki rútunleikinn. En eins og ég sagði á hann, þá eru Njarðvíkingar auðvitað bara mjög gott lið, mjög sterkir, vel spilandi og þeir náðu að pinna okkur svolítið niður, þannig að maður var aldrei í rónni. Einmitt margir sem hafa komið orð á því að bæði þessi lið séu ykkur svona best spilandi lið deildarinnar og byggust einmitt við bara hörku skemmtilega leik. Hvernig fannst þér bara svona leikurinn í heilsinni? Já, ég held að það hafi verið bara frábær skemmtun sko, þú veist, kannski ekki einhver aragrúafærum en mjög svona djörf finnst mér bæði liðin. Njarðvíkingar mjög hátt uppi, þannig að þess vegna fáum við nú þessi dauðafæri þar sem þeir eru mjög hátt uppi og við vinnum hann og getum farið hratt aftur fyrir þá. Og bara þú veist, fínt veður, gervigras og allir vilja spila og búið til þú veist, góðan fótbolta og þó markmiðið er samt auðvitað að vinna fótboltaleikinn og fá 3 stig. Það er ekki eins og skautahlaup, það er ekki stig fyrir stíl. Og svona kannski undir lokleiks þá svona einhvern veginn fara tæklingar að fljúga og svona sumt er dæmt og sumt ekki. Fannst þér svona kannski tökin aðeins fjara undan hann undir restina? Já, ég meina, mér fannst auðvitað bara dómarinn ekki góður í dag. En eins og ég sagði áðan, þú veist, fótboltalega séð er Njarðvíkingar mjög sterkir og þar voru löngum köflum eða svona slatta köflum undir. En svo er þetta bara moment í þessu leik sem eru bara, þú veist, hafa líka áhrif og ég meina eins og bara markið sem þeir jafna, þá náttúrulega tekur leikmaður Njarðvíkur boltann og leggur hann fyrir sig með hendinni sem að einhvern veginn allir sjá nema tríóið góða. Og svo er þetta kostulegt atvik þegar fyrirliðið minn er sleginn á viðkvæman stað inn í teig og er á gulu spjaldi og það sá þetta, ég meina línuvörðurinn sá þetta með þessu eða aðstoðardómarinn og dómarinn fyrir mér svo ræði við hann og hann sá þetta. Svo lappar dómarinn bara aftur inn í teig og áfram með leikinn. Þannig að það var auðvitað kostulegt. En eins og ég segi, þú veist, það er svona dómaraumræðan en fótboltalega séð er annar handleikur. Svona horfir á hana leik kannski sem þá sterkt stig svona þegar uppið staði? Já, ég meina þetta er auðvitað, þú veist, eitt af betri liðum deildarinnar. Ég meina tablan sýnir það, eru tablausir held ég ekki rétt mér. Ég held að Njarðvík sé tablausir í þessum 7 leikjum. Þannig að þetta var vissum alveg fyrir að þetta er erfiður leikur. En heima viljum við auðvitað taka bara 3 stig í þessum leikjum og þú veist eins og ég sagði upp að ég er auðvitað söktur að fá ekki þessi 3 stig. Við vorum 2-1 yfir 10 mínútur eftir og þegar korter eftir fáum við 2 algjöra dauða sénsa til að svæfa þennan leik. Takk fyrir.